hvernig maður eflir sjálfan sig og hvernig maður getur elt kennara þannig að þeir verða öflugir í sköpun. Ég ætla að fara yfir hvers konar kennari ég og hvað ég að kenna og svo ætla ég að sýna ykkur tækin og tólin sem tilheyra hverju kennslu. En fyrst og fremst ætla ég að fjalla snillismiðjuna og hvernig við notum hana til að efla sköpun í skólanum. Ég umsjónarkennari í Hólabergsskóla og umsjónarbekkurinn minn núna 10. bekkur. Ég sem búinn að vera með 3 ár. Ég kenni umsjónarbekknum mínum samfélagsfræði og lífsleikni og reyna fremsta vegna að vera skapandi vinnubrögð í samfélagsfræði og lífsleikni. Hérna erum við komin á smíðastofuna mína og þetta líka snillismiðjan. Og ætla ég að sýna ykkur aðeins inn á smíðastofuna. Hérna erum við komin í smíðastofuna. Hérna kenni ég frá 4. bekk upp í 10. bekk, val og alls svoleiðis. Og ég að reyna að vera skapandi og hægt með alla kennslu. Hérna sjáum við nemendur sem eru undirbúa ball til dæmis. Þau eru alltaf að stýra því sjálf hvað þau eru að gera. Þau eru að gera hérna high throwing leik. Hérna erum við komin inn í rými í smíðastofunni. Ég með annars með eitt tæki sem ég nota mikið í snillismiðjunni sem veldur miklu skapandi vinnubrögðum. Það er þrívíddarprentarinn minn. Hérna er eitt verkefni sem er búið að klára í þrívíddarprentaranum sem er svona blýantstandur. Hérna erum við komin inn í innri smíðastofuna eða málsmíðastofuna og hér erum við með alls konar skapandi vinnubrögð sem við getum. Við erum með legókubbana, við erum með leirinn, við erum með listana til þess að búa til alls konar hluti og svo svona hefðbundin málsmíðastofa. Getum lært á allt sko. Hérna er vínildúlkurinn sem við notum í leysiskurðarvélarna. Það er voða vinsælt að búa til merki og logo og alls konar svoleiðis í leysiskurðarvélinni. Hér er eitt verkefni sem við erum að búa til sem heitir bara Elliðaðardalurinn og þau eru bara að búa til líkan af Elliðaðardalnum. Verkefni sem við vorum að pæla í sko að því að vantaði einhvern svona færanlegan bókaskáp þannig að þau notuðu endurnýjanlegt efni og bjuggu til þennan glæsilega færanlega bókaskáp. Hérna erum við komin inn í snillismiðju Hólabergsskóla. Hér verða svona tæki og tól til þess að nota. Hérna er sko green screen. Þetta er rosalega vinsælt að búa til raunverulega fréttaþætti og alls konar svona auglýsingar eða eitthvað þvílíkt. Þá taka menn bara upp hér með svona grænt fyrir aftan sig. Það þarf ekki að vera flóknara en þetta. Og nú ætla ég að sýna ykkur tæki og tól sem við notum í snillismiðjunni. Þetta er til dæmis tæki sem ég nota í mörgu, ég nota henni í lífsleikni, maður getur notað henni í starffræði, maður getur notað henni í myndmennt og búið til svona málverk upp úr þessu. Þetta er raunverulega bara sko að vera að kenna forritunarkennslu. Maður forritar kubbun og hann gerir eitthvað. Og maður setur hann bara hér. Tengir hann. Hér tengist hann. Tengdur. Þá er hann raunverulega tilbúinn til þess að leika sér með. Man getur bara keyrt hann fríhendis ef maður vill. Eða notum við sannlega að sýna ykkur hvernig maður býr til hérna með eina starffræði, þetta er þríhyrningurinn sko.
Hér er búið að búa til prógram sem Sparrow á að gera. Svo getur maður sagt krakkana búið til stærri þríhyrning, búið til einhverja önnur tákn, maður getur kennt um það. Nú er þess að láta Sparrowan keyra þríhyrning. Það ætla ég að sýna ykkur önnur tæki og tól sem við notum í snillismiðjunni. Alla. Eins og ég sagði ykkur, þá er ég alls konar kennari og meðal annars sem ég gerir í skólanum. Ég er félagsstarfskennari líka. Þetta er samstarfsaðalinn minn í félagslega starfinu. Gengur gríðarlega vel. Það ekki? Hérna erum við komin inn á bókasafnið. Hérna geymum við öll tæki og tól í snillismiðjunni. Hér inni. Ég ætla að sýna ykkur nokkuð tæki sem við notum. Þessi til dæmis er rosalega góður til að kenna svona byrjun í forritunarkennslu. Maður býr til svona einhverjar spurningar, svo eiga þau að stýra honum hvar svarið er. Ef já til dæmis væri þarna, eða hérna, þá gerum við bara svona. 1 áfram, 2 áfram, 3 áfram, beygja til henstri, 1, 2 og þá á hann að lenda á raunverulega rétta svarinu. Þetta er Osmo, þetta er bara, kaupið bara svona lítið tæki sem er fest neðan á iPad. Það er þetta að nota og búa til alls konar þrautir sem ég ætla að sýna ykkur. Maður fær sér svona bara iPad og svo getur maður gert alls konar þrautir. Þetta er fín lestrakennsla, það getur þau keppt saman að búa til orðin, keppa móti hver öðru og birtist á skjánum orð og hver er fyrstur að stafa það. Þessi leikur er gott fyrir alla aldur sem eru erfitt með að lesa og jafnvel sko fólk á erlendu bergi brotnu. Þá getum við kennt íslensku stafina. Hérna eru mjög ódýr þrívíddargleraugu. Það er fínt að kenna bara fyrst hvernig þrívídd lítur út. Fæstir hafa raunverulega prófað að geta. Hérna er mikrobitið sem var gefið eiginlega af BBC allur 7. bekkur fekk raunverulega eitt svona. Þetta er svona einföld aðferð til að kenna svona alls konar stýringar. Þú getur búið til rakastýringar til þess að athuga hvort það sé frostinn í ákveðnum klefum eða húsum og alls konar svona. Eða búa til eitthvað bjöllu eða þvíumlíkt. Þetta er gríðarlega skemmtilegt ef þau kynna sér þetta dálítið vel krakkarnir. Makey, þetta er að búa til alls konar hluti. Menn að vera að búa til dæmis með að nota koparfilmu og búa þá til spil eða hljóðfæri. Þá er hljóðgjafinn getur slegið á hvernig, en sjáðu hérna fram á hana banana. Það er hægt að tengja þetta við og ef maður slæðir á banana þá heyrist svona mismunandi hljóð. Það er hægt að búa til hljóðgerð af þessu. Og eða nota
tengja við svona koparholu og leið þú strýkur hérna þá gerist eitthvað. Menn hafa notað þetta til þess að búa til nota á Pac-Man til dæmis. Þá sýnir það hvernig notkun á mús til dæmis. Hérna sem við sjáum við Lego-vegginn og hér eru menn að bjuggu til kannski draumaborgina eða vinna alls konar verkefni svona til þess að frumhugsa hluti sko. Hvernig verður framtíðin, alls konar svoleiðis. Eða bara kubba og hafa gaman. Brúarverkefni. Eins og ég sagði þá er ég alls konar kennari og síðasta fagið sem ég kenni í þessu skóla, ég er leiklistakennari í skólanum, kenni í unglingadeildinni og þetta er eitt af rýmunum sem ég hef. Alveg svona tiltölulega tómt rými og hér er mikil skapandi vinnubrögð. Nú erum við búin að fara yfir hvers konar kennari og hvað ég er að gera í skólanum og fjalla alltaf snillismiðjuna og hvað við getum gert í snillismiðjunni. Og þetta gengur náttúrulega bara út af því að prófa nýja hluti og þora að prófa nýja hluti. Bæði með kennarunum og nemendunum og eins og ég hef oft sagt sko þá er ég rosalega hrifinn af kenningunum hans John Dewey. Það er náttúrulega að læra með því að framkvæma og það hentar alveg gríðarlega til dæmis fyrir snillismiðjuna. Til þess að gera svona góða hluti þá er gríðarlega mikilvægt að vera í teymi. Við erum til dæmis núna 3 saman með snillismiðjuna, fáum öll ákveðina tíma, fáum með krökkunum, nemendunum, fáum að leika okkur sjálf og læra og ég held að það sé eiginlega farsælasta aðferðin til þess að framkvæma góða hluti í skóla. Það er að vera í góðu teymi og leyfa svona hugmyndunum að fljóta og þróast. Hafið það rosalega gott á ráðstefnunni í dag. Takk fyrir mig.